Brekkukotsannáll, 28. kapítuli. Leynileg kenning í Brekkukoti. Maður nokkur gengur undir konu sinni inn krossliðið í Brekkukoti einn dag á útmánuðum. Hún heitir Chloe, sagði maðurinn. Chloe, sagði afi minn spyrjandi. Hvaðan er það nafn með leyfi? Það er hjarðmeyjan gríska sú sem mest var unnað af dafni, sagði gesturinn, og ein af vildarmeyjum Hóratíusar skálds. Þá fann ég af lærdómi að konan hlaut að heita Chloe, en þetta nafn er eins og menn sjá mjög erfitt í réttritun á Íslandi, C-H-L og E með 2 punktum, og þó enn erfiðara í beygingu. Þegar framliðu stundir var okkur nauðugur einn kostur að nefna hana Chloe. Æ, sagði hann. Ó, ekki. En í þessu lífi, hélt gesturinn áfram, þá er hún afkomandi einhverjar elstu ættar í Norðurlandi. Jæja, það hefur það, sagði afi minn. Ég vona bara að hún sé ekki af eldri ættum en Adams ætt. Gerið svo vel að koma inn og fá volgan sopa upp á það. Hver ert þú annars með leyfi, maður minn? Ég heiti Drömman, sagði gesturinn. Ebenezer Drömman, þingeyingur að ætt, bú og gagnfræðingur að mennt. Og það hefur teygt ykkur að norðan, sagði afi minn og fór að hjálpa manninum að ganga undir konunni. Hún virtist meir en lítið dofin í fótunum. Þessi kona hafði mikið hár, gult, blá augu og fjallkonusvip eins og þá var í tísku, velfarin í andliti með eitt þessara nefja sem stundum eru í dönskum rómunum kölluð grísk, en ívið kroppfeitari en góðu hófi gengdi. Má vera að orsakir þess hafi verið sjúkdómar hennar með löngum, rúmlegum og hólífi. Við erum komin hingað suður í lækningaskyni, Björn minn, sagði bóndi þessarar göfugu konu. Og mig langar að biðja þig að lofin að liggja einhver staðar í þokkalegu horni hjá þér á meðan við erum að koma okkur fyrir hér sunnanlands. Þeim hjónum var búinn náttstaður á miðloftinu hjá okkur í Kómentunni þar sem undirritaður kuð hafa fæðst en konan úr landbroti dó. Ebenezer Drömman mun hafa verið einhver staðar á milli 30 og 60, þá hann studdi konu sína krossliðið okkar á Suðurlandi. Lágur maður mikill í herðum og kúpuvaxinn. Hann tínaði lítið eitt með höfðinu og hafði handriðu. Maðurinn var ákaflega fölur og þó einhver undirlitur í hörundinu, í senn rauður og blár. Hann var frekknóttur á höndunum en sköllóttur með þeim hætti sem menn verða af svepp í hársverðinum, hefur kannski haft geitur í bernsku. Í staðinn fyrir augabrýn voru rauðir ílangir blettir sem virtust aumir, eins og brúna hárunum hefði verið kippt upp með rótum fyrir skemmstu. Þó var ekki örgrænt að hann hefði ofurlítinn, ójafnan skeggvöxt, rauðleitan, en þessa brotta nam hann á brott, leynilega,
Ég held með einhverju öðru tæki en rakhníf. Hann hafði bláskær augu. Einhver hinn fránustu sem menn hafa séð, svo að væru slík augu sén í nokkru kikvendi, til dæmis í sel, það myndi erfitt að komast hjá því að æpa upp yfir sig af undrun og fögnuð og segja: nei, drottinn minn, þessi skepna hefur mannsaugu. Þegar þau hjón komu til okkar var Drömman klæddur í þverröndugt vesti. Blái sifjott jakkinn hans var of þröngur á herðarnar og helsti ermastuttur. Hann hefði hvítan gúttaperkaflibba og laust brjóst úr sama efni og flibbinn festur ofan í það að framan, en humbúk notaði hann ekki. Aftur á móti kom brjóstið honum í skyrtustað því hann var heldur fáskyrtaður maður. Hann var í sauðalitum vaðmálsbuxum, snjáðum og til líta stuttum. En það var þeim mun tilfinnanlegra sem maðurinn gekk að jafnaði berfættur í skónum. Hann var á útlendum strigaskóm, miðlungi ákjósanlegum fótabúnaði hér á landi, að vetralagi. Ég man ekki hver það var hjá okkur sem spurði hann að því fyrsta daginn af hverju hann gengi ekki í sokkum, en hann svaraði: meistararnir ganga ekki heldur í sokkum. Honum lá ekki hátt rómur og það var síður hans þegar hann hafði anstæðmönnum að brosa inn í sig og drepa tittlinga og bæra varirnar eins og hann héldi áfram að tala við sjálfan sig í hljóði. Hann jók við eftir nokkra stund til skýringar á sokkaleysi sínu. Sá maður sem gengur sokkalaus getur öðlast hluti sem sokkamenn munu aldrei ná. Með því að spara sér sokka hefur maður fyrir frímerkjum til þess að geta skrifað spekingum út allan heim og fengið hjá þeim réttar þýðingar á torskildum sanskrítarorðum. Til dæmis að taka: hvað þýðir orðið prana? Eða karma? Og mæja? Þessu gat auðvitað enginn maður svarað í Brekkukoti. Og þú veist það ekki heldur, ungi maður sem ert í latínuskólanum? Nei, sagði ég. Þarna sjáuð, sagði Ebenezer Drömman. Allir í sokkum, en enginn veit hvað prana er. Ekki einu sinni þessi ungi maður í latínuskólanum. Hvar hefur þú náð í svona fallega konulaxi, sagði kapteinn Hogensen sem var svo riddaralegur í sér að hann talaði jafnan kvenfólk að hætti alsjáandi manna. Það hafa auðvitað allir heyrt talað lönguhlíðarfólk, sagði Drömman. Hann sagði reyndar fólk með þýskum framburði að sið Norðlendinga. Í þeirri ætt hafa verið embættismenn, skáld og umboðsmenn konungsjarða eins og þið vitið. Konan mín er af þeirri grein ættarinnar sem hlaut gáfurnar og mannkostina þó að þar hangdi síður við fé og virðing. Þetta fólk hafði auðvitað alltaf menntaða heimiliskennara að segja til börnum sínum. Chloe átti 14 systkini. Ég skal ekki halda því fram að barnalán hjá því fólki hafi ævinlega staðið við réttu hlutfalli við ágæti kennaranna. Ef mælt er á alinn þess heims sem margir hafa sannað og fleiri eiga eftir að sanna að helsti stuttur í annan endan. En eitt veit ég, að enginn kennari hafði þar verið á undan mér sem skildi Chloe. Því á samri stund og ég leiddi þessa unglingsstúlku augum í fyrsta sinn,
þá vissi ég að þar hefði háþroska vera borist inn í Lönguhlíðarætt. Og ég sagði við sjálfan mig, nú já, ein af þeim egyptsku. Þeim eifisku, já, akkúrat, sagði Haagensen. Ná, hitt skiptir þó mestu máli að þér hefur litist á hana frá upphafi. Litist á hana? Nei, það var nú öðru nær, sagði Edrömman. Mér leist ekki á hana. Mér líst yfirleitt ekki á neitt. Ég veit vel að allt líf er mæja. En ég varð fyrir því happi sumarið á undan að komast svolítið inn í leynilega kenningu hjá Akureyringi sem var nýkomin úr Lundúnaborg. Sum sé þessi inkarnasjón, þessi háþroska vera, ef ég mætti orða það svo, hún sem ég kalla konu mína tilheyrir fjarlægu sviði og hún er af öðrum tíma. Já, það var akkúrat, sagði kapteinn Haagensen. Kannski forn í hugsun eins og við hefur loðað margt af því Lönguhlíðarfólki. Edrömman brosti inn í sig, drap tittlinga og bærði varirnar eins og hann væri að lesa með sjálfum sér innri texta, en svaraði ekki. Og Runólfur Jónsson sagði ekki par, heldur dró upp fæturna með því umræðu efnið var orðið ískíkilega fjarri skútulífi, svo og kraftaverkum þeim og fróðárundrum hinum nýju sem verða á Seltjarnarnesi. Það var búið að láta aftur hjá konunni og mátti heyra hana poka sig í mikilli eymd. Ebenezer Drömman fór inn að þjóna henni til sængur. Það var siður hans, þegar hann reis úr sessi, að laga sig til í herðunum eins og hann ætlaði að fara að taka upp tunnu. Nú skal ég breiða vandlega ofan á því geskan, heyrðist bóndi segja bak við hurðarmyndina. En verkirnir yfirgáfu ekki konuna, hún hélt áfram að stynja. Nú skal ég klappa svolítið ofan á því geska, sagði bóndinn. En allt kom fyrir ekki, stunurnar héldu áfram í konunni eins og væri að henni sorfið. Þá sagði bóndinn, nú skal ég leggja upp á þig hendur hérna gagnaugun, geska. Það var eins og konunni svíjaði dálítið ofan á klappið og handa upplegginguna, en þó ekki að fullu. Nú förum við með indverskubænina, sagði bóndinn og það gerðu þau. Síðan sofnaði konan. Drömman kom aftur fram til okkar sem vorum honum samnátta. Hvað sagðir þú aftur að konan þín héti, lagsmaður, spurði Haagensen. Hún heitir Chloe, sagði Drömman. Já, heitir Chloe. Eins og seppatettur, sagði Haagensen. Og í henni lurða. Það skildi þó ekki vera á henni nafnkreppa. Það er mikið og vandasamt hlutverk að vera læknir hennar, sagði Drömman. Sálarþroskin er hærri hjá henni en jarðnest efni þolir. Hún er á takmörkum endurfæðinganna. Og já, þar kemur að krafturinn dvín í ættum, sagði kapteinn Haagensen. En það er Lönguhlíðarætt búin að duga vel. Í þeirri ætt hafa ævinlega verið alveg sérdeilis prestmenn fyrir norðanland, afburða, kvennamenn, drykkjumenn góðir og feiknarlegir áflogahundar ef því var að skipta. Líka orðalagðir sjómenn, frægir hestamenn og talandi skáld. Ebenezer Drömman hjó á máinn dálítið heilaglega við þessum fróðleik. Svo er fyrir að þakka, sagði hann, að alviskan lætur öngmann skyldleika andlegan vera með ættingjum.
Systir þín getur verið drottning í Atlantis, þó þú sért sauðaþjófur úr Rugludal. Já, ég nú farin að heyra illa, sagði kapteinn Haagensen, en það var orðið langt á milli manna í blindunni þar á miðloftinu og Runólfur Jónsson farin að hrjóta. 29. kapítuli. Gott hjónaband. Draumann hafði löngum grunað eftir því sem hann sjálfur sagði og loks fengið að sannað árið sem leið að þó konan væri af þessari frægu ætt, löngu hlíðarfólki, átti hún ekkert skylt við föður sinn og móður né annað fólk á Íslandi, ellegar í þessum hluta heims, á þessari öld og þessu árþúsundi. Þegar ég var að tala við hana, sagði hann, heyrði hún oft ekki tímum saman hvað ég sagði, heldur starði út í bláun. Svo ég tók upp á að láta hana sofna. Og þegar hún var sofnuð, tók ég litla fingur á henni og fór að spyrja hana. Þá kom upp úr dúrnum að hún hefði einu sinni í fyrralífi verið innan geitfé og blásið í hljóðpípu. Sem sé Chloe. Seinna fæddist hún til þess að verða fræg ástmey í Róm. Og þó var þetta ekki nema upphafið. Allt í kringum þessa konu var óslitinn annarleg veröld. Hún hafði enn einu sinni borist inn í heiminn, líklega sakir einhverjar smávegis skissu í síðasta lífi, eða jafnvel ótímabærs góðverks, eins og meistarinn Santayama sem varð að fæðast upp aftur og aftur í 8000 ár og stundum sem nautgripur eða annar peningur af því hann hefði miskunnað sig yfir kvenmann haldinn brókarsótt. Það hefði sem sé orðið köllun og ævihlutverk hins menntakæra Þingeyings að ganga undir þessari konu sem náði ekki fótavist nema endrum og eins af því var of andlega fullkomin til að lifa hér í heimi. Hann hefði gifst henni 16 vetra gamalli og borið hann á höndum sér æ síðan. Hugur hans var fullur af því einu hvernig hann fengi þjóna þessari dularfullu veru sem vert væri. Uppruni hennar í rúmi og tíma var honum svo hugarhaldinn að hann sinnti lítt öðrum efnum. Hann göfgaði konuna með þeim hætti sem skurgoða dýrkurum gefið fram flesta guðsmenn og þeim trúmönnum öðrum sem eiga goð sitt í sköpuðu efni, en ekki bók eða kreddu. Þó drap hann ekki hendi við langsóttum lærdómi til að leita sér skilnings á þessari háþroskaveru eða inkarnasjón eins og hann kallaði hana. Og afla þeirra gæða líklega væru til að gera henni líft í þessum lágkúrulega heimi þar sem hún var dæmd til að lifa enn í eina rennu. Eins og fyrir getur hafði leynileg kenning orðið honum nokkur leiðarvísir í málinu, en sú bók hafði þá eigi alls fyrir löngu borist til Norðurlands. Hann lét einskis ófreistað að finna konunni dugandi lækna. En alla sanna læknislist töldu þau hjón yfirnáttúrlega og töfrafulla, jafnvel vanalegar mixtúrur, og var bóndi seinþreyttur að reyna á konunni nýjar og nýjar bænir og töfraformúlur af ýmsu tagi, andardráttaræfingar eftir jóga, saltvassdrykkju gegn nef
svo og handauppleggingar og margt fleira sem síðar verður vikið á. Á sama hátt og konan var manni sínum þess konar furðuverk sem aldrei tekur enda og enginn fær skil til fulls. Þannig leit hún upp til bónda síns sem þess manns einn væri tilfær að ráða fyrir lífi hennar í því mikla heilsuleysi og ósætti fullkomnu sem orðið var með klúru efni jarðarinnar og þeim háþroska sem sál hennar hafði náð af mörgum endurholdgunum. Bóndi var algjört haldreipi konu sinnar og athvarf. Jafnt fyrir því þótt hann ætti hvorki hús né heimili að bjóða henni þaðan af síður hjónarúm, varla einu sinni klæðisbót að skýla nekt hennar og væri nú fluttur með hana upp á miðloftið til okkar í brekkukoti suður á landi. Og hvað svo sem konan kunni að vera bónda sínum sem grísk hjarðmær, ástkona Hórasíusar og sitt hvað fleira sem enn ótalið, þá var hún honum ef til vill umfram allt sál. Sálin sjálf. Ég held ég megi fullyrða að hafi nokkur maður átt sál hér á landi á minni uppvaxtar tíð, þá var það Ebenezer Drömman. Af kynningu við þau hjón hlaut að minnstakosti að vakna hjá hverjum skynsömum manni efi það að sálin væri einkaréttindi fiska eins og sumir nútíma spekingar halda fram. Og þó mér ljóst að einungis fátt sagt þó konan sé kölluð sál þessa manns, því hún var einnig blóm hans, fugl hans, fiskur hans, gimsteinn gimsteina, dýrlingur, engill, höfuðengill. Bóndinn átti litla austurlenska mottu, bænamottu, sem hann gekk jafnan með undir hendinni og kallaði aleigu sína. Hann breyti úr mottunni á gólfinu fyrir framan stokkinn hjá konu sinni og settist í búddastellingar. Hann sat oft tímum saman á mottunni fyrir framan stokkinn hjá henni og gerði andardráttaræfingar eftir jóga, reyndi að einbeita hugsuninni til að geta hreyft dauða hluti sem stóðu upp á tiltekinni hillu norður í landi, sendi hugskeiti til meistaranna í Austurlöndum og æfði sig í að fara úr líkamanum. Hann dró einnig mikið af saltvatni í gegnum nefið. Þegar náttaði lagði hann sig niður á þessa mottu og svaf á henni fyrir framan rúmið hjá konunni. Ég hlustaði með öðru eyranu á hina löngu lestra Drömmans endurholdganir og sálnaflakk konu þessarar sem ég sat þar þroskalítill gelgjumaður með lærdómsbækur mínur í hnjánum. Og þar sem Kafteinn Haagensen var orðinn heyrnardauður en Runólfur Jónsson farinn að sofa, þá hefði áheyrenda hópurinn verið heldur fyrir neðan meðallag ef eftirlitsmaðurinn okkar hefði ekki stundum á síðkvöldum komið til að hlusta. En hann var svo maður að hann misskildi öngvakenningu en jánkaði flestum mönnum eins og hann tryði þeim. Þó hann færi sjálfur oft eftir því einu sem sú fluga innblés honum hafði búið sig aftan við eyra hans. Og Ebenezer Drömman heldur áfram að tala konu sína.
ævinlega þegar ég fór að reyna að segja henni eitthvað til í reikningi eða dönsku, sagði hann. Þá sá ég á augunum í henni að hún var farin á fjöll. Ég veit ekki fyrir hún er farin að krota einhver undarlegt teikn á blaðið fyrir framan sig, ellegar á bert borðið. Ef hún var látin ein, gat hún haldið áfram með þessa einkennilegu skrift langtímum saman. Móðir hennar sagði að ef hún næði í nál og enda, færi hún óðar að sauma teikn í klútana sína og fötin sín ef ekki vildi betur. Ég tók mér fyrir hendur að reyna að hafa upp á líklegum sem ólíklegum stafrófum, í vonum að mér tækist að ráða þessi teikn. En allt kom fyrir ekki. Ég sendi nokkur sýnishorn af krotinu til lærðra manna utanlands og innan til að spyrja hvað þetta væri. Þeir svöruðu mér fæstir, af því þeir héldu víst ég væri ekki nóg lærður, en seinast var þó einn prófastur sem benti mér á að þetta væri ekki letur í okkar skilningi, heldur nokkurs konar myndskrift, ekki ólíkt kínverskri stafagerð á tekrukku frá Hong Kong. Einn sagði að sér sýndist þetta vera myndir af skorkvikindum og prestur fyrir austan hélt að það væri eftirlíking hreindýramosa. Þessar mundir var ég lítilsháttar farin að reka nefið í leynilega kenningu og komin að þeirri niðurstöðu að það er sitt hvað milli himins og jarðar sem ekki heimspeki voru dreymir til eins og skáldið segir. Svo upp úr því fer ég að safna mér fyrir frímerkjum til að geta skrifað spásagnarmönnum í fjarlægum löndum. Hér kom mín litla ensku kunnátta úr gagnfræðaskólanum í góðar þarfir og nú skrifa ég bæði andatrúarmönnum og dulspekingum í Lundúnaborg og legg fyrir þá sýnishorn af teiknum Chloe minnar. En enginn maður á Englandi reyndist nógu fróður til að ráða þessar rúnir. Þangað til mér hugkvæmdist að snúa mér beint til vitringanna í Austurlöndum. Og þar kom að lokum að mér bárust svör frá öngum minna manni en þeim fræga biskupi, lærisveini og háþroskaveru, Dr. Leadbeater í Eyjaálfunni. Honum þótti letrið svo merkilegt að hann leitaði funda af einum þeirra hálfgert yfir skilvillegu meistara leinlegar kenningar sem fá að glugga í A-kassakróníkuna. En á þeirri bók er meiri fróðleikur samankomin en í öðrum bókum, með því þar finnst uppteiknað hvað eina sem gerst hefur í alheiminum, bæði smátt og stórt, frá því hann var skaptur. Og þurfa menn að hafa ógnarlegar gráður til að fá að hnýsast í þessa bók. Mér hefur verið fortalið að djúpsæ indversk háþroskavera hafi loks komist fyrir hið sanna letrið. Þetta er letur þjóðtunguna Lepski sem tíðkaðist við rætur Himalajafjalla í ríki sem þar stóð með blóma fyrir 40.000 árum. Þeir þóttust geta ráðið af skriftinni að kona mín Chloe myndi hafa verið konungsdóttir í þessu ríki.